Jæja, vinir. Yndislegur söngur hérna hjá ykkur, alveg stórkostlegur. Já, ég ætlaði að vera með einhvers konar predikun eða hugveki eða liggur við nokkur orð. Ég búin að vera í smá stragli. Það er svona smá krísa í fjölskyldunni og búið að vera að liggja svona frekar þungt á mér og ég hef verið að stragla svolítið í trúnni og það var núna í vikunni og það sem ég átti að tala til ykkar í dag að ég var í svona baráttu og ég var heima hjá mér og ég var svona ég finn ekki fyrir nærverðinni. Ég finn þið ekki. Og var svona að straglast í bæn og lestri og fann einhvern veginn ekki fyrir Guði. Og svo eins og ég fái þetta vers að standa á bjargi. Og ég hugsa, og lít svona niður, ég stend á bjargi. Ég finn það, ég er örugg þar, en ég finn einhvern veginn ekki fyrir þér og mér fannst svona eins og það væri bara svona eins og hellubjarg hér ofan á mér og ég er svo ringi í hann Jóhann, þurfti að eiga svona smá spjall við hann Jóhann af því ég var heima að vinna í þessu og hann segir, jæja Magna, hvernig gengur þér? Og ég segi, mér gengur bara ekki neitt. Það er bara eitthvað þyngsli, ég er eitthvað að berjast hérna við einhverja tilfinningar og trúna og svona í einhverju baráttu. Og þá segir hann Jóhann minn, já Magna, mynda trú er ekki tilfinning. Og já, einmitt. Já, það er nefnilega alveg rétt. Trú er ekki tilfinning og ég veit það. Akkur var ég að böglast við ykkur tilfinningar í trúnni og þetta bara einhvern veginn svona, trú er ekki tilfinning. Og það svona kom mér á stað í þessi orð sem ég langar bara að deila með ykkur. Þetta eru eiginlega bara svona mínar hugsanir sem að ég minni svona baráttu við að finna nærveru Guðs í öllu þessu stragli. En það var akkur þetta vers, það sem við finnum í Matteus í 7. kaflanum. Það sem Jesús segir, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sáu líkur hyggnum mannir byggði hús sitt á bjargi. Nú skall á steypi regn, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi, en það féll eigi. Því það var grundvalla á bjargi. Og eins og ég sagði ykkur, ég leit svona niður, ég sagði, ég er á bjargi, ég finn það, ég er á bjargi. En svo segir hann líka, en hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum mannir byggði húsitt á sandi. Steypi regn skall á, vatni flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi og það féll og fall þess var mikið. Og ég sagði, það er ýmislegt búið að ganga á í mínu lífi, ég er búin að takast á í marga hluti, sumt mjög erfitt. Ég stend á bjargi. Ég fann það. Ég stend á bjargi. En ég fann ekki nærveru Drottins. Og eins og ég sagði ykkur áðan, ég var einhvern veginn að reyna að átta mig á tilfinningum mínum. Hvað er að gerast? Og ég var einhvern veginn að reyna bara alltaf að tengjast þeim. En eins og ég segi, trúin er ekki tilfinning. Trúin er fullvissa. Að þó ég finn ekki fyrir nærveru Guðs, að þá veit ég samt að hann er með mér. Daníel í ljónagrifinu er gott dæmi trú. Hann var lokaður niður í myrkri ljónagrifi, með soltin ljón, allt í kringum sig. Samt hélt hann ró sinni og trúði því að þrátt fyrir að í þessari stöðu, að þá þyrfti hann ekkert óttast því að hann var í Guðs höndum. Það var nefnilega ljónið af Júda, Jesús Kristur. Hann var þarna með honum. Hugsaðu ykkur, vinir. Og ég sá hann svo
innilega fyrir mér stattur í þessari ljónagrifu með fullt af ljónum sem hefði svo auðveldlega geta gripið hann bara og getið hann þarna, en svo stendur hann upp eftir nóttina, búin að vera þarna alla nóttina. Og þegar þeir koma til að sækja hann, þá rís hann bara upp og segir, konungurinn lifi eilíflega. Og þetta var til þess að þessi konungur sem að hann þjónaði þarna, að hann fór að trúa á Jesú Krist. Og það akkurat í þessum aðstæðavinir sem að Kristur að leiða okkur í gegnum, að við höfum áhrif á aðra. Við þekkjum Krist, eins og vorum að tala hér áðan. Það svo gott að eiga Jesú Krist. En hugsið ykkur, eina stundina Daniel, hann bara að biðja bænir sínar. Næstu stund, eins og hendi veifað, hann komin hann í ljónagrifju með fullt af ljónum. En svo það líka annað, að Jesú, þó Jesú vissi að hann yrði handtekinn og hann borinn rökum sökum og að lokum hver yrði hans dauðdagi, að þá breytist það ekki, vinir, að hann leið alveg gríðarlegar kvalir. Og hann hrópar, þetta finnum við í Markus í 15. kaplanum, og á nóni kallaði Jesús hárri röddu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, það þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Jafnvel Kristur fann fyrir því að vera yfirgefin að sínum föður. En þarna, þegar hann liggur þarna, hangir þarna á krossinu, neldur fyrir okkar sakir, að þá það syndirnar sem hann tekur á sig, að það þær sem að gera þennan aðskilnað á milli hans og föðurins. Og hann finnur að hann þarna einn og hann hrópar það. Hví hefur þú yfirgefið mig? Synd í okkar lífi, hún vissulega getur gert skil á milli okkar, á milli Guðs og okkar. En sorgin getur líka byrt okkur sýn. Að gangi gegnum sorg, að það getur svona, já, við sjáum ekki Jesú í réttu ljósi. Við sjáum hann stundum ekki. Og alveg eins og þegar María kom að gröfinni og hún grátandi, þegar Jesús, hún fann hann ekki. Og hún grætur og hún gerir sér ekki grein fyrir því að Jesús að tala við hana. Fyrir hann segir við hana ákveði, María, að það áttar hún sig á því, að það Jesús sjálfur sem stendur þarna fyrir framan hana. Alveg var það með lærisveinana sem að gengu til Emmaus, þessa 2, og Jesús fer með þeim í för og lappar með þeim daglangt og þeir spjalla allt sem að gerast og hann rekur svoleiðis ritningarnar, en þeir átta sig ekki á því hver með þeim vegna sorgar og svona, já, ótta, hvað hefði gerst, fyrir hann situr fyrir framan þá og brýtur brauðið, að þá áttaði sig á því að þetta var Jesús. Og það akkurat þannig, vinir, að það ýmislegt sem getur byrt okkur sýn. En það líka hrokin sem að getur byrt okkur þessa sýn, að við sjáum ekki frelsarann okkar. Og það sjáum við í þessum versum, í Markus í 15. kaplanum líka. Eins gjörðu æðstu prestarnir gísað honum og fræðimennirnir og sögðu hver við annan. Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Stígi nú Kristur konungur Ísraels niður á krossinu, svo við getum séð og trúað. Séð og trúað. Það ekki það sem Páll talaði í Hebreabréfinu. Hann segir að trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá.
Þetta er það sem Páll segir. Ekki að við sjáum fyrst og trúum svo, heldur við trúum og við erum fullviss og við vonum að það sem við trúum á, að það muni eiga sér stað, þó síðar verði. Það eru 2 orð sem lýsa trú. Eitthvað sem er öruggt og eitthvað sem er alveg vissulega. Við höfum svo mikla vissu í því. Upphafspunkturinn af trú er að trúa á eðli Guðs. Hann er sá sem hann segist vera. Endapunkturinn að trúa á loforð hans. Hann mun gera það sem hann segist ætla að gera. Hvort sem það er í okkar eigin lífi, hér og nú, á þessari göngu, að við verðum að trúa hans til og trúa á eðli hans. Öðris er ekki hægt að gera honum til geðs. Hann getur ekkert gert. Munið þegar hann kom til Nasaret og ætlaði að gera einhver kraftaverk í Nasaret, það var ekkert, það var enginn, af því þau höfðu enga trú á því sem hann var að gera. Þetta var bara sonur hennar Maríu og Jósef. Hvað þykist hann vera? Nei, við verðum að trúa að hann muni gera það sem hann segist ætla að gera. Og þegar við trúum því að Guð muni uppfylla loforð sín, jafnvel þó að við sjáum þau loforð ekki verða að veruleika ennþá, sýnum við sanna trú. Við upplifum alls konar erfiðleika, bæði hjá okkur sjálfum og ástunum okkar, og við skiljum oft á tíðum ekki hvað er í gangi, eða af hverju. Af hverju? Hversu oft hef ég fengið þessa spurningu, Magnea, af hverju? Af hverju var Guð að láta þig í gangi í gegnum þetta? Af hverju? Sagan af Jób er gott dæmi, vinir. Einn daginn á hann allt. En áður en hann veit af, er hann búinn að missa allt. Fjölskylduna sína, alla, börnin sín öll, allt farið. Húsið hans, það er allt farið. Og það er skelfileg lífsreynsla sem Jób upplifði þarna. Barátta við að skilja hvað Guð er að gera og halda sig við Guð þrátt fyrir allt og missa ekki trúna. Enginn vill fara í gegnum svona átök. En getið þið ímyndað ykkur sigurinn fyrir Jób að standast allar árásir óvinarins, allar, og missa aldrei trúna. Hann Páll í Hebreabréfinu, 12. kaflanum, þar segir hann: Í bili virðist allur vísu ekki vera gleðiefni. Nei, það er sko ekki gleðiefni, heldur hryggðar. En eftir á gefur hann þeim við hann hafa tamist ávöxt friðar og réttlætis. Réttið því úr máttvana höndum og magnþrota knjám, láti fæturið að feta beinabrautir til þess að þið fatlaða vindist ekki úr líði en verði heilt. Og stundi frið við alla menn og helgun, því að án hennar var engin drottin litið. Engin fær að líta drottins án helgunar. Við getum brugðist við aga á nokkra vegu. Við getum samþykkt það með uppgjöf, og Jób hefði svo hæglega geta gert það, bara gefist upp. Við getum samþykkt það með sjálfsvorkun og haldið að við eigum þetta í raun ekki skilið. Hver á skilið að gangi í gegnum þetta og þetta og þetta? Við getum verið reið og gremjuleg við Guð, eða við getum tekið með þakklæti, því við vitum að þrengingar þroska okkar lengd í senkun. Það er nefnilega máli, vinir. Það eru þrengingarnar, þessir erfiðleikar sem við erum að gangi í gegnum, sem þroska okkur.
Í Sálmunum 94, þar segir Davíð: Sæll sá maður, þú agar, drottinn, og fræðir í lögmáli þínu, til þess að hlífa honum við mótlæti stögunum uns gröf grafin fyrir óguðlega. Því að drottinn hrindir eigi burt líð sinum og yfirgefur eigi arfleið sína. Heldur mun rétturinn hverfa aftur til hins réttláta og honum munu allir hjarta hreinir fylgja. Hefur einhver hérna inni eitthvað tíman farið gegnum lífið án mótlætis? Án mótlætis? Nei, það enginn. Það bara misa hvar við erum að ganga hverju sinni, hvað hver að ganga í gegnum. En við förum öll í gegnum mótlæti. Hann heldur áfram í þessum sálmi og segir: Ef drottinn veitti mér eigi fullt tingi, þá mundi sál mín brátt hvíla í dauða þögn. Þegar ég hugsaði, mér skriðna fótur, þá studdi mig miskunn þín, drottinn. Þegar miklar áhyggjur lögðust á hjarta mitt, hresti huggun þín sálu mína. Davíð var bara alveg eins og við. Hann misteig sig. Hann gerði mistök í lífinu. En hann gerði sig grein fyrir að það var undursamleg miskunn Guðs sem hjálpaði honum að rétta sig af. En Davíð var líka að glíma við áhyggjur, rétt eins og við. En það sem hann leitaði huggun og styrk á þann stað sem eini rétti staðurinn að leita til, það við fætur Jesú Krist. Þar leitaði Davíð huggun. Svo segir Páll í Rómverjabréfinu til að styrkja okkur og efla okkur, því að hann var svo sannarlega búinn að finna fyrir mótlæti í lífinu, hann Páll. Svo sannarlega, mörgu sinnum verið barinn, svangur, fátækur, bara það er svo margt sem að Páll gekk í gegnum að það er alveg ótrúlegt. En alltaf hélt hann áfram og hélt áfram að hvetja aðra, lyfta öðrum upp. Haldið áfram að horfa á Jesú Krist og hann segir: Við vitum að þeim sem elska Guð, sem Guð elska, samverkar allt til góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Guð vinnur í öllum hlutum vinnur. Ekki bara einhverjum sérstökum viðburðum í okkar lífi, heldur vegna okkar og fyrir okkur. Það þýðir ekki að allir hluti séu góðir sem koma fyrir í okkar lífi. Alls ekki. Eins og við vitum að þá er ílskan ríkjandi í okkar fallna heimi. En Guð er fær að snúa hverjum kringumstæðum okkar til góða, þó það taki langan tíma, yfir langt tímabil, að þá getur Guð snúið hlutum sem að voru algjörlega einhvern veginn á hvolf, hann getur snúið í þvílíkar blessanir, mörgum árum seinna jafnvel. Hann biður okkur bara að treysta sér. Því að þegar upp er staðið þá samverkar allt til góðs, eins og Páll sagði. En Guð er ekki alltaf bara að vinna því að gera okkur hamingjusum. Það er ekki eina sem Guð er að gera. Aðal markmiðið hans er að vinna því að uppfylla vilja sinn í okkar lífi. Að hans vilji fyrir okkar líf nái fram að ganga. Þannig verðum við hamingjusum. Hann er ekki að fylla okkur bara alls konar einhverju bara til að gleðja okkur eins og margir foreldrar gera við börnin sín. Kaupa handa þeim alls konar dót og drasl eða fara með þau gera þetta og hitt. Það er ekki það sem Guð er að gera fyrir okkur. Hann er alltaf að vinna að vilja sínum í okkar lífi og þannig verðum við hamingjusum. Og takið einnig eftir því að þetta loforð er ekki fyrir alla.
Þetta er ekki fyrir alla. Þeim sem kallaðir eru. Þetta lofar geta aðeins þeir eigna sér sem elska Guð og eru kallaðir samkvæmt hans vilja og ákvörðunar. Þeir sem eru kallaðir eru þeir sem heilagur andi, hann hefur sannfært og gerir kleift að meðtaka Jesú Krist. Það eru allir kallaðir, en það eru fáir útvaldir. Það eru fáir sem taka á móti, en það eru allir sem eru kallaðir. Kristur er alltaf að kalla, komið til mín, fylgi mér. En það eru aðeins þeir sem taka þessu kalli, elska Guð, læra að elska Guð, að þetta gildi fyrir þá. Slíkt fólk hefur nýja sýn, nýtt hugafar gagnvart lífinu bara yfir höfuð. Það verður eitthvað nýtt til. Þeir treysta Guði, ekki veraldlegum auði. Þeir leitaði athvarf og öryggi sín á himnum en ekki á jörðinni. Þeir læra að sætta sig við að þola sársauka og ofsóknir vegna þess að Guð er með þeim. Þá bara förum við í gegnum hlutina af því að Guð er með okkur. Og þegar við lítum tilbaka, alveg eins og þegar vinirnir þeim að kasta þinn í eldin, í eldsofnin, á tímum Daniels, og þeir komu út úr eldsofninum og það var ekki einu svona brunalykt af þeim. Samt og búið að kynda ofnin 7 sinnum heitara heldur en venjulega. Og þeir sem stóðu fyrir utan að þeir dóu. Og þegar við förum í gegnum eitthvað, í gegnum lífið, og við þurfum að reyna, það virkir að reyna á okkur. Og svo horfum við tilbaka, vinir. Jú, þetta var kannski erfitt. En svo við, þetta var samt ekki svo erfitt. Nei, af því að Guð var með okkur allan tíman. Mér langar að lesa með ykkur Sálminn 91. Að því öllum þessum hugsunum mínum, að þá fyrir ég að lesa þennan sálm aftur og aftur. Og hann er bara svo stórkostlegur, vinir, að ég ætla að deila honum með ykkur. Sæll sá situr í skjóli hins hæsta. Sá gistir í skugga hins almáttka. Sá segi við Drottinn, hæli mitt og háborg Guð minn ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans máttu hælis leita. Trúfesti hans skjöldur og verja. Eigi þarft þú að óttast ógni næturnar, eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina reikar í dimmunni, eða sýkina geisar hádegið. Þótt 1000 falli þér við hlið og 10.000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu óguðlegum endur goldið. Þitt hæli Drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin plága nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Það er að segja þegar við göngum á vegi Drottins, þá mun hann gæta okkar. Hann mun vaka yfir okkur. Englarnir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, troða fótum ljón og dreka. Af því að hann leggur ást á mig, segir Drottinn, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og gjöri hann vegssamlegan. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Stórkostlegu sálmur. Þetta ritaði Daniel.
Og af einhverju ástæðu hefur Daniel ritað þennan sálm og hann hefur blessað marga í gegnum allar aldirnar. Þessi full vissa, mundu bara hvern þú hefur gert að þínum frelsara. Þú hefur gert þín hæstað athvarfi þínu. Orð Guðs, alveg frá upphafi til enda, alltaf að benda okkur aðeins einn. Og það höfundurinn sem höfundurinn, já, að þessari trú. Það Jesús Kristur. Því að Páll segir, beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinn móðlega á krossi. Mat smán einskins og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Virðið hann fyrir yður, sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum, til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. Í baráttu yða við syndina hafið þér ekki ennþá staðið í gegn, svo blóð hafi runnið, eins og Kristur þurfti. Hann barðist í Getsemane garðinum. Hann barðist og það lágu blóðdropar. Við höfum ekki ennþá staðið því. Og þér hafi gleymt áminningunni sem ávarpar yður eins og syni. Sonu minn, lítilsvirði ekki hirtingu drottins og láti ekki heldur hugfallast hann tiftar þig. Ekki missa móðinn, þó að við séum að gangi í gegnum eitthvað. Beinum sjónum okkar að Jesú, því að drottin agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvern þann son eða dóttir hann að sér tekur. Þolið því aga, takið á mótunum þá með gleði að Guð að gera eitthvað stórkostlegt í okkar lífi. Því að eftir aga, eftir þrengingar, þá eitthvað stórkostlegt unnur. Trú ekki tilfinning. Það alveg á hreinu. Og við sungum hérna áðan, hann snart mig og gaf mér trú. Hann gaf mér ekki tilfinninguna trú, hann gaf mér trú til þess að geta trúað á hann, að hann til og lifandi í dag. Trú fullviss og traust á lofar Guðs. Trú gerir kristnum mönnum kleift að takast á við prófraunir. Ósvikin trú felur í sér skuldbindingu að vera trúr Guði þegar við erum undir álagi og eldi. Þrek, þolinmæði, byggir upp lindisenkun og leiðir til sigurs. Þjáning þjálfunarvöllur fyrir kristin þroska. Eða við þroskumst í þjáningunni. Þar þroskumst við. Á milli þess við bara eins og falli blóm, eða stór og myndaleg tré, eða runnar. En svo þarf að sníða til, laga og bæta. Og það getur oft verið sárt. Við þroskumst í þjáningunni og þolinmæði okkar eykst og þroskast og gerir loka sigurinn sælan vinir. Það málið. Og við erum að gangi í gegnum hennan dimma dal, dimma heim. Jú, oft á tíðum gleði, fögnuður og yndislegt. En við erum líka stundum á dimmum stundum í lífi okkar. En eftir þetta allt vinir, eins og Páll lýsti, að þjáningarnir sem við göngum í hér ekkert á við það sem að bíður okkar á himnum.
Mér langar að deila með ykkur síðasta orðinu, en það líka hann Davíð í 23. sálminum, og ég fór yfir hann hverja línu fyrir línu, en það segir: Drottinn minn hirðir, og það vinasamband. Mig mun ekkert bresta, hann sér fyrir þörfum þínum. Á grænum grundum lætur á mig hvílast. Hvíld, við fáum hvíld. Leiðir mig af vötnum. Það endurnæring. Það sem ég má næðis njóta, við fáum að endurnærast. Hann hressir sál mína sem lækning. Leiðir mig á rétta vegu sem svona tilsögn. Fyrir saki nafns síns. Það tilgangur með þessu öllu. Jafnvel þótt ég fari dimman dal sem prófraunin. Óttast ég ekkert illt. Það varðveislan. Því að þú ert hjá mér, trúfesti. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Hann agar mig. Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum og þú gefur mér von. Og þú smyrð höfuð mitt með olíu og þú vígir mig. Bikar minn barma fullur. Það gnægð. Ég mun gefa þau líf í gnægð, sagði hann. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævi daga mína, þrátt fyrir allt, vinir. Að þá erum við svo marg blessuð. Og í húsi Drottins bý ég langa ævi, þessi fullvissa sem Drottinn gefur okkur. Ég gleymdi að flétta, vinir, en þarna þetta allt. Við skulum biðja saman. Kæri himneski Faðir, Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þessi yndislegu orð sem við finnum bara í þínu orði sem þú hefur talað til Davíðs og Páls og þá sem að uppberfa okkur og hvetja, og það þú sem gerir það, Drottinn minn, í gegnum þína spáminn, gegnum þína alla þessa fræðimenn, Drottinn minn, og þessa lærisveina. Það þú, Drottinn minn, sem hefur blásið þeim í brjóst að tifta okkur og aga, að vinna að sáluhjálp okkar. Þannig að við komumst í gegnum þetta líf styrkari, og ekki bara við stöndum á klettinum, heldur við erum stöðug og ræturnar okkar það teygja sig niður og það ekkert sem getur haggað okkur, Drottinn. Að við höfum trú á þann sem hefur skapað allt, himin og jörð, og tala það út, skapa hvert og eitt okkur og þekkir okkur frá innstu rótum og veit hvað við höfum og hvað við höfum ekki. Elskulegi Faðir, ég bara lyft okkur öllum upp til þín, alla þá sem á hlýða, að þú gefur okkur trú og viltu auka trú okkar, Drottinn minn. Hjálp okkur að móttaka allt það sem þú hefur að segja okkur og gera okkur kleift að komast allaleg heim í dýrðaríki þitt. Þess biðjum við og þökkum í Jesú blessaða nafni. Amen. Takk ykkur fyrir, vinir.